Innviðasjóður opinn samkeppnissjóður sem starfar samkvæmt lögum opinberan stuðning við vísindarannsóknir. Hlutverk sjóðsins að styðja við uppbyggingu rannsóknarinnviða á vegvísi. Rannsóknarinnviðir falla undir innviðasjóð og njóta verkefni á vegvísi forgang við úthlutun styrkja. Á vegvísi tilgreindir viðamiklir innviðir og innviðakjarnar sem uppfylla kröfur að styðja við gæði í rannsóknum og samræmist áherslum vísinda- og tækniráðs. Með því að skilgreina slíka kjarna og huga að uppbyggingu til framtíðar markmiðið að sækja fram og auka nýtingu og áhrif þeirra rannsóknarinnviða sem byggðir upp með styrkjum frá Innviðasjóði. Árið 2021 eftir samtal stjórnar Innviðasjóðs og vísindasamfélagsins var fyrsti vegvísir rannsóknarinnviði á Íslandi gefinn út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu í samvinnu við stjórn Innviðasjóðs og Rannís. Þau 6 verkefni sem valin voru á vegvísinu eftirfarandi: efnagreining frá frumefnum til lífsameinda, efnavísinda og efnaverkfræðisetur, EPOS Ísland eða European Plate Observing System, frá sameindum til sniðlækninga, heildstæð aðstæða fyrir nútíma lífvísindi, íslenski rafrænir innviðir og miðstöð stafrænna hugvísinda og lista. Ég sem í forsvari fyrir einn af þessum vegvísum sem heitir frá sameindum til sniðlækninga og hugmyndin með þessu að byggja upp kjarnaaðstöðu sem nýtir sem flestum á Íslandi sem að vinna í líf- eða læknisfræðilegum rannsóknum og við að reyna að byggja upp smásjárgetu, raðgreiningu, svipgerðargreiningu á tilraunadýrum og frumuflokkun til dæmis. Og eitt af þeim tækjum sem við fengið í gegnum þetta lítill raðgreinir sem heitir iSeq og hann mjög gagnlegur því hann leyfir nemum að æfa sig í háafkastaraðgreiningu án þess að það sé mikill kostnaður sem fylgir því. Einmitt eins og Hans var að segja, þá iSeq eitt af þessum tækjum sem við fengið og hann hefur verið gífurlega gagnlegur þar sem við höfum þá getað prófað svona sýnasöfn og séð þá hvort að sýnasöfnin virki áður en við förum í margra vikna tilraun. Og ef við höfum ekki haft þennan raðgreini þá hefur maður ekki vitað hvort þetta sýnasöfn hefur verið í lagi eða ekki fyrir eftir þessar 10 vikur, þannig að hann gífurlega gagnlegur. Innviðasjóður kallar eftir umsóknum einu sinni á ári að hausti. Auk styrkja til vegvísaverkefna þá veitir sjóðurinn styrki til kaupa, uppbyggingar eða meiri háttar viðgerða á tækjum, gagnagrunnum, hugbúnaði og öðrum þeim búnaði sem telst mikilvægur fyrir framfarir í rannsóknum á Íslandi.